stödd á Sauðárkróki. Frétta rosalega flottu bakari hérna maður og fekk kallinn í viðtal. Og hvað nafnið? Ég heiti Róbert og Óttarsson. Og hvað heitir bakarið? Herru, það nú bara einfalt Sauðárkróksbakari. Já. Herru, við erum báðir meistarar. Ég er kokk og matreiðslumeistari og þú ert bakarameistari. Já. Og við vorum að tala það ganni, það þurfti að vera svolítið klikkaði menn til að vera í þessum brasa. Já, þú þarft að vera pínu skrítinn til að hafa daginn af. Já. Þeir eru oft erfiðir og langir en svona létt geðbilun, hún auðveldar daginn. Já. Þú þekkir þetta? Ég þekki þetta. Herru, en ég fór hérna, kom hérna í sumar og hafði komið hérna áður. Fór hérna í bakari og fekk mér kaffi og sat mitt hérna út í góðu veðri og nú þetta mitt sumar, við erum miðjan júlí að taka upp þennan þátt og ég kíkti hérna inn og ég sá í hillurnar og sá inn í veitingasalinn og sagði, heyrðu, þetta flott bakari, hérna þurfum við að taka viðtal. Þannig að mér langaði að fræðast svolítið bakaríið af því þú ert nú svolítið ungur maður, þú ert nú ekki alveg háaldrað, þú ert ekki alveg svona eins gráarður eins og ég. Nei, það er samt byrjað að koma þessi gráu og það er nú eins og það er. En bakaríið það er orðið fjörgamalt, þetta er 3. elsta bakaríið á landinu og hinn 2 ennþá starfandi, svo þú veist. Já, við höfum ekki haft samband við Bernhards bakari, en við tókum viðtal við gamla bakari og hann sagði það einmitt að hann væri númer 2. Já, Bernhards bakari er elst og hvað er þá þetta bakari gaman? Stofnað 1880. Það er meir en 136 ára. Já, það er sko þetta spannar yfir 3 aldir, 1800, 1900 og svo 2000. Já. Þannig að þetta hefur mikla sögu. Já, þetta er gríðarlega mikla sögu og getum við farið svona stutt yfir þetta? Ég meina, þetta er náttúrulega ekki, við getum ekki farið alveg án í dítela en svona, þú veist, en þú tekur við þessu. Ég kaupi hérna 2006, tek við 1. október. En þú ert... Nei, 1. september. Já, og þú ert hérna annar... Já, ég er annar aðsliður. Já, þannig ég kaupa föður mínum. Já, hann byrjaði hér. Hann keypti bakarið 83 af miklu meistara, hún er Guðjóni. Já. Og hann átti bakarið í 51 ár. Hann tók við í 32 og tók við af sínum meistara sem keypti það 1913 og ég er svona stoltastur af þeim hluta. Við erum 4, það er að segja Snæbjörn 1913, Guðjón 32, pappi 83 og ég 2006. Við erum semst konni með 103 ára á bakið, 4 eigendur. Þannig að þetta er ævistarf. Já, hvað ert þú gamall þinn? Ég er 43. Já, vá, en þá hefur nú pabbiðinn verið ungur þegar hann átti því maður? Já. Hann var valla komið með kolpavitt, hann svona rétt greinilega vissi hvernig græðunar átt að virka en hafði ekki heimilað þeim. Heyrðu, og byrjaði þá bara snemma sem strákar að vinna í bakaríinu? Já, ég byrjaði að læra bara strax eftir skyldunám í skóla. Og hvar lærðurðu? Ég byrjaði í Korninu í Reykjavík, í Kópavogi, hjá Jóni Þorkalli og svo kom ég hingað í raun og veru bara svona í sumarfríinu. Og langaði að pröfa eitthvað annað og sjá eitthvað fleira og gá hvort ég var að missa af einhverju í bakstrinum eða upplifa eitthvað öðruvísi. Já, allur heimurinn í Reykjavík? Já. Og svo bara ferðu út á land til að sjá heiminn? Herðu, svo vildi hann ekki betur til en það var hérna alveg stórglæsileg stúlka að vinna hérna í búðinni á föður mínum. Já. Og við urðum kærustupar og í dag er orðin rúm 26 ára síðan og við höfum 4 börn og þetta fyrirtæki saman, sko. Þannig að þetta hefur svona Við höfum svona verið innvikluð við fyrirtækið í þetta 26 ár en ég flutti reyndar til Danmerkur í 5 ár. Og vannstu þar við vinnuna? Já, ég var þar, ég útskrifaði sem meistari 2001 og fór þá til Danmerkur og vann í 1 ár í bakaríi en fór svo ætlaði að verða gáfaður og fór og lærði markaðshagfræði. Ertu markaðshagfræðingur? Ég er með markaðshagfræðimenntun. Já. En í hjartanu er ég bara bakari og elska að vera bakari. Mér finnst þetta, þú veist, þetta er æðislegt starf og gefandi og þannig að ég kynni mig alltaf sem bakara. Já, ég meina, menntun, hún eyðileggur aldrei fyrir. Nei. En ég sá það líka á og ég ætla að fara yfir vörurnar hjá þér eftir. Ég sé að þú ert búin að ná ansi góðir markaðssetning á vörunum en ég ætla að klára svona hitt hérna. En segðu mér hérna,
Þú ert búinn að vera hérna síðan 6 kaupi ég. Var þetta alltaf á þessum stað, bakaríið? Bakaríið kemur í þetta húsnæði hérna við aðalgötuna á hérna 1900, í kringum 1930. Já, hérna á þessum stað? Já, hérna. Já. Það byrjaði hérna aðeins utar í bænum fyrst, þannig að kringum 1880. 1880 þá var náttúrulega ekkert hérna. Nei. Það er alveg ótrúlegt að þeir hafi opnað bakarí, skilur. Já. Þetta var bara, maður sér gamla myndir, það voru 14 hús eða eitthvað, skilur. Þetta var bara... En þeir hafa nú sagt það að Sauðárkrókur sé nú bara stórborgin á þessu svæði. Já. Þetta sé 101 Norðurland. Þetta er 101 Norðurland vestra, kannski. Já, meina það. Já. Og hérna hefur alltaf verið rosalega stórt kaupfélag og mikið og bændur eru mjög öflugir henni í kring. Við erum sjálfur okkar nógur með allt í sjálfum sér, sko. Já. Hér erum við með, sko eins og þú segir, frábært kaupfélag og sem að dafnar og gerir góða hluti, og svo er fiskiðan hérna og sláturhúsið, og ég held að sláturhúsið sé orðið eitt stærsta sláturhús á landinu. Já. Og það er alltaf samþjöfum í því maður þegar hann hérna Þórólfur er að kaupa upp allt maður í Reykjavík eða Íslandi bara. Hann er bara að bjarga þessu sem er ekki, þeir sem ekki kunna, þá eru að bjarga þeim. Já, og þetta er einmera kaupfélaginu en ég hef alltaf sagt það, þetta er bara vel rekið fyrirtæki og ég hef líka hérna í gegnum árin, ég er nú með hérna ansi gamla kennitölu eins og þú hérna, ég hef hérna verslað mikið við KS og hvar annað en lambakjöt frá KS til dæmis. Já, gæða vara. En þú sagðir mér að þú hefur lagt mikið upp úr því að vera með gamla kennitölu, þú keyptir fyrirtækið, þú ert með kennitölu síðan 69. Já, upprunalegu kennitöluna. Já, og hann sko, þegar kennitölurnar koma, þá byrja þær að koma þarna, þá elstu kennitölurnar eru 69. Já. Seðlabankinn er til dæmis með kennitölu 10. Já. Þegar þeir fengu hana 2010, þeir þurftu að skipta. Já. Landsbankinn með 2009. Já. Þannig að við erum með 69 og það er upprunalega bara elsta kennitölan sem fylgdi fyrirtækinu þá. Já. En fyrirtækið hefur aldrei farið í gjaldþrot, aldrei nokkur sinni. Nei. Á þessum 136 árum. Já, og það er einmitt saman með veitingahús og bakarí og þau voru ofta að rúlla bakarí í Reykjavík. Þetta segir voðalega mikla, alls staðar, já. Það segir voðalega mikið að segja frá gamalli kennitölu. Já, og það gerir það og það léttir ótrúlega margt bara þegar ég hringi í Byrgja sem ég kannski er ekkert í miklum samskiptu við og svo kannski kemur upp þessi, ég þarf að fá þetta keypt og ég þarf að fá þetta afgreitt strax og hratt og þá þegar maður segir kennitöluna þá fær maður til dæmis iðulega og undantekningarlaust held ég bara í reikning. Af því að þú getur ekki verið með gamla kennitölu nema að borga skuldir. Nei, það segir sér sjálft. Það segir sér sjálft. Og líka það kemur alltaf hérna inn í nýja þætti. Við erum stödd hérna á Sauðárkrók og við erum með hérna Sauðárkróks bakarí og þegar fólk kemur hérna að því við erum svo heppin á að það er svo margir sem horfa á þættina mína alls staðar í kringum landið og þeir ferðast líka. Já. Og hérna, hvar finna menn svona þetta bakarí þegar aðgómaður kemur? Sko þetta er náttúrulega bara þegar maður kemur sunnan að og fer þver á fjallið. Já. Og þá er þetta bara leið og þú kemur inn í bæinn, þá er þetta við aðalgötuna og í gamla bænum í raun og veru eins og þetta er. Hér var mikil verslunargata en það hefur náttúrulega bara eins og gengur þynnst út, internetið, það skemmir líka í smákaupunum. Þannig að það hefur fækkað svolítið búðunum hérna en við erum hérna í hjarta bæjarins og bara gömlu, snotru, huggulegu húsi og svakalega mikið. Ég hef svo gaman að tala. Ég hef frá svo miklu að segja. Mér var sagt það nefnilega, ég sagði, hvernig er bakarinn? Hann talar svakalega mikið. Það er alveg rétt. En það er alltaf gaman. Ég ætlaði nefnilega að spurja þessu hérna fæið. Þetta er nefnilega matarþáttur. Nú langar mér að spurja það en allt það sem við erum búin að vera að segja er mjög skemmtilegt og áhugavert. Sko,
Ég sá það strax þegar ég kom og sá inn á lagarinn hjá þér að það er alveg heljar en umfang. Þetta er ekki bara vörur sem þú ert elda í búðana. Nei, við seljum, það vill nú svo til núna í sumar, þá opnuðum við nú litla búð fram í Varmalíð líka. Og svo erum við... Og hliðin á kaffélaginu? Já. Og er hann ekki brjálaður og Þórólfur? Nei. Þetta styður bara hvert annan. Já, ég segi svona. Nei, það hefur ekkert verið. Og þeir, ég meina, ég sel kaffélaginu gríðarlegt magna brauðum og ég er í Skagfirðingabúð og Hofsósi og í Varmalíð með okkar vörur. Já. Ég tók eftir því sko að hérna... Og náttúrulega Hlíðarkaup hérna upp frá. Það er önnur búð hérna í bænum. En þú framleiðir vörurnar hérna eins og til dæmis hérna gömlu góðu kringlurnar og komdu með það líka, sjáu þið hérna. Ég var voðalega hrifinn af þessu, svona, þú veist, gömlu góðu þurrkuðu hérna. Já. Þetta gerir þú bara alveg sjálfur. Já. Og ennþá allt gert í höndunum. Og hérna, og ég sá alveg bara heilu stæðurnar af þessu. Þú selur svolítið vel að þessu. Það er, sko, við þurftum náttúrulega eðlilega að byrgja okkur upp fyrir sumarið. Já. Og þetta er því miður, þetta er sem betur fyrir en samt sem það er því miður því að þá þurfum við að fara að framleiða aftur. Já. Og þetta er ekki alveg præm tíminn til að vera að framleiða svona vöru. Nei. En við getur heldur ekki... Þetta er handavinna. Já, þetta er vinna. Eins og með tvíbökur. Það er gaman að segja svona uppskriftina af því. Þetta eru bara brauðbollur fyrst. Já. Og svo bakar þær aftur. Skerðar í tvennt og bakar. Já, skerðar tvennt. Þær eru náttúrulega, þær eru pínu sætar tvíbökurnar. Já, verða að vera það. Já, til að þurrkunin verða almennileg. Já. Þannig að þú veist, tvíbökur eru svona pínu undanhaldi, þær eru helvíti ódýrar frá útlöndum, það er erfitt að keppa við það. Já, kruður og hvað þetta heitir allt saman. En þær eru samt bestar þessar íslensku bakari og fólk heldur við þetta. Já, ég til dæmis á alltaf svona heima, en maður færir þetta ekki alltaf, það er ekki allir að framleiða þetta. Það er einn og einn bakari að gera þetta ennþá. Já, það er ákveðin geðbílun yfir því að búa til svona. Já, þær eru miklu betri heldur en þetta ódýra kruður í. Þetta er allavega gert hér og búið til af Íslendingum og þú veist, við erum að rembast við þetta og gengur bara vel, það er bara starrið. Þú sagðist hafa lagt markaðsfræði út í Danmörku. Já. Þú ert bara með hérna í kring, hvað, akkur tekur ekki bara öll landin og miðin og gerist bara eitthvað risastór? Eða er þetta ekki bara fín eining? Er þetta ekki bara frábær eining? Já. Þetta gengur vel. Já. Við erum með... Þú getur lifað með þessu og farið að anda stundum? Já, sko, það er náttúrulega, svona fyrirtæki, Magnús, gengur náttúrulega ekki nema bara með frábæru starfsfólki. Já, maður sér það allavega. Og hérna er fólk, sko, sem að vinnur... Þú ert með marga bakara? Ég er með 3 bakara og 1 nema. Já. Já. Já, og fullt aðstofafólki? Já, svo náttúrulega þarf að pakka því sem að fer í búðirnar og við erum að búið til salut og sultur og smyrja samlokur og... Ef við förum með þetta, það er nú ekki öll bakari sem búið til salutin sín sjálf. Nei, þau eru samt, ég held að sé nú að aukast, sko. Já. Þetta er, og sko... Þetta er ekki flókið, jú. Þetta er í raun og ekki flókið. Það eina sem þarf að passa... Það vera gott, þetta þarf að vera gott. Já, það sem þarf að passa, það er að nota alveg rófni. Þú ert ekki að leita rækjunni í rækjusalatinu, veist. Það er allt moranda rækju. Já. Það er það sem þetta kostar fullt. Já. Þetta er ekkert ódýrt, en fólk, við seljum þetta í, við erum að, hún sagði mér stelpa núna bara í vikuna, við erum að nota einhver 10 kíló af rækjum á viku í salat. Já. Og teldu nú. Já, það er slatti. Og það er bara, það er út af þessu. Það er allmest kaupfélagið að kaupa hérna... Og er það að setja þá rækjur og salatu í búðundar allar þessi sem þú teldur upp? Nei. Bara hér? Bara hér og svo kaupa fyrirtæki til að hafa hjá sér á föstudögum og þau koma hérna og kaupa... Já, og í svona brauðpartí og svona. Já, og kaupa sko, þau eru ekkert að kaupa einu og eina dollu, þau kaupa sko kíló og kíló sko. Já, þannig að þetta er fyrir búðina og svona. Já. Síðan ertu með byrjuð til þínar eigin söldur. Já. Heimilis chili mauk, hvað, og... Þessa uppskrift af chili-sultinu, hann fekk nú bara hjá henni Eddu Bang hérna í næsta húsi, sko. Já. Þannig að hérna, nei, ekkert Eddu Bang, ég fekk henni Eddu Lúa. Já. Og hérna, þetta kom nú til að því að við vorum beðin að afgreiða eitthvað ægilegt magna þessari sultu í einhverja jólagjafir. Já. Og ég átti einhver uppskriftur, ég vissi að hún bjóð til svona svakalega góða chili-sultu. Já. Þannig ég hringdi í hann og spurði hann hvort þú geti ekki búið hana til fyrir mig og hjálpað mér. Og letum þið fá leyndamála uppskriftum? Þá sagði hún sagði bara, ég hef engan tími í þetta, ég skal bara láta það uppskriftum, þú getur bara gert þetta sjálf. Já, það er svo margir með leyndamála uppskriftum. Ég segi bara,
það er ekki hægt, þú veist, góður fagmaður býr til góða mat og hann getur alltaf náð sér í uppskrift en það get ekki allir eldað mat. Nei, sko, þú veist, salutin, þetta er bara heimilisuppskriftir frá einhverju sem að annarkvort maður hefur rambað á góða uppskrift og fær hana hjá þeim eða einhver hefur komið hana heima frá, sko. Við erum að búa til hluti inni sem er bara bókstaflega uppskriftur upp á gestgjafan. Já. Skilur, þú veist. Og netinu og allavega. Já, þetta er ekkert, hjólið er löngu uppfundið, það þarf ekkert að vera að finna það upp. Svo ertu með margar svona alls konar. Já, þetta er svona djók að mörgu leyti. Þetta byrjaði sem brandari, kókoskúlur. Já. Þetta er svona nostalgíu við kókoskúlum. Í gamla daga fengu sér allir kókoskúlur. Já. Svo er þetta orðið svo stórt, þessar kókoskúlur. Já. Þannig að við vorum beðin að redda í erfidrykki svona litlum. Já. Svo bjuggum við náttúrulega til allt og margar og við vorum svona að væflast með hvað ættum að gera við þetta. Við pröfum að setja þetta í glas. Já. Og þetta bara rýkur út því að fólk tekur þetta í bílinn. Já. Allir fá að smakka eitt bita eða síðan það voru bara 2 munnbitar eða svo sykur og svona. Já, þetta er bara nammi. Það er ekkert öðruvísi. Þannig að þetta hefur rúllað svolítið vel á þessu og hérna erum við með lakkrískubba. Já. Og þetta er bara, náttúrulega að fara að brána þetta í sólinni en þetta er sem sagt, þetta er alltaf grautlind núna sko út á sólinni. Þetta er bara, þetta er hérna, gömlu neðarkostarnir voru í gamla daga. Já. Lakkrís, Bresk Krispís og súkkulaði. Já, mjög gott. Allt búið til á staðnum. Þannig að þetta hefur alveg, þú tekur þetta með þér í bílinn. Ég fyrir ekki til sólbráði, ég get ekki látið fólk kaupa þetta. Svo erum við búin að éta upp úr þessu. Já, ég er heppinn. Heyrðu, ég bað að nefna eitt sko, að því við vorum hérna eins og til dæmis á Ísafirði og hann var voðalega stoltur á Napóleonskökunum sínum maður og þær fóru að rokseljast. Ég sagði, átti ekki eitthvað svona hittara hjá þér? Þá sagðir þú hérna, Kleinuríkirnir. Já. Þú stoltur af þeim. Já. Og þú bakar það sjálfur, þú kaupir það ekki bake-off-eins og sumir bakarar að gera. Já, leiðilega margir. Já. Og ég held við séum sko bara handfyllið af bökurum sem búum til sjálfur. Handfyllið? Ég held það nefnilega. Ég hef ekki heyrt þetta áður að þeir hafa allir sagt að bara tekur þið ekki og þetta er svo mikil vinna. Þetta er mikil vinna en ef þú vilt, ef þú hefur metnað, ég lít þannig á það að ég vill, ef ég get ekki búið það til nógu gott sjálfur, þá er það ekki til hjá. Við höfum hætt með enska jólakakan, bara gott dæmi. Hún var hundvond hjá okkur. Við hættum bara að búa hana til. Já, fólk fílaði hann ekki. Hún var bara ekki nógu góð. Nei. En eins og þessi hérna, þú selur óhemmi á þessu. Já. Ertu að selja þetta í hinn bakarín? Nei, í búðirnar. Já. Og það selst vel? Já. Það er, ég veit ekki hvað það er, en þetta er sko börn sem fullorðnir, sko, það er ótrúlegt, sko, maður er svona, Kleinuhringir, þú veist, eitthvað svona, en svo þegar fullorðnir komst á bragðið, þá gúffaði í sig líka Kleinuhringir. Og líka, svo Dunkin' Donuts kom og allt þetta er bara búið að vera algjör, sko, Kleinuhringja æði á Íslandi, núna seinasta árið og, menna, þú ert búin að vera að selja svona Kleinuhringi í mörg ár. Já, þetta er búið að vera til hérna í rúm 20 ár, sko. Já. Alveg sami uppskrift og við að sjálfsögðu þurfum að kaupa íblöndunarefni í þetta. Já. Og glassúrinn. Og þetta er alltaf bara dagsgamal. Allt nýtt á hverjum degi. Og það er alveg bara... Það er alltaf allt nýtt á hverjum degi. Það er steikt á hverjum degi og svo náttúrulega erum við í Kleinubransanum og þessu típiska. Ég bað að fá að smakka þetta. Ég efast ekki þetta. Ég kom bara með stóra hníf. Já, sýn ykkur hérna inn í þetta, sko. Þetta er létt í sér. Það er ekki sama. Já, þetta er létt í sér. Alveg ekta finn. Og karmel og súkkulaði vinsanir sem þau með allar útgáðar á. Já, við erum með bleikt og jarðarberja og hvað ekki er. En þessi karmelurringurinn þess að tók ég hann náttúrulega fram því að hann er svona 2 á móti 1. Við seljum það. Mest af því? Já, langmest af því. Já. Þú sagði mér líka að fólk væri að kaupa svona brauðveislur og svona og þá kaupa þér þetta kannski með. Já, svo höfum við verið að leika okkur með þetta, sko, búa þetta til í öðruvísi formi. Já. Búum til dæmis til svona litla kotta fyrir veislur. Já. Og setjum á það hvernig liti sem er og hvað ekki er. Já. Það er bara
hefur slegið alveg í gegn sko. Og þegar fólk fattar ekki þá hættir þetta að vera hringur sko, það verður bara svona lítill púði, þá er fólk forvitið að smakka og svo fattar það að þetta er kleinurhringur og þá kemur, hann er svona góður, já. Svo sá ég hérna inni hjá þér að þú ert alltaf með súpu dagsins, ég sá að það var Mexíkósúpa núna á brauð og svona, hvað kostar það til dæmis? Manst það ekki? Ég væri að ljúga ef ég myndi fullyrða en það er í kringum 1200 kall. Já, súpa og brauð. Það er flott, ég sá það og fólk fór vel í það. Já. En svo sá ég líka mikið af flottu svona smurðu. Já. Fer ekki mikið af því? Þessi loka. Já. Þetta er hérna kjúklingur og bacon. Já. Þetta skal ég segja hérna eins og maður fær þetta. Já, og ég sá hérna inn í búð hjá þér. Gríðarlegt magna þessu og það segir mér það, þú telur mikið af þessu, maður sér það bara alltaf á lagerndum. Þú veist, maður sér sko... Sjáu þið hvað mikið af kjúklingin í þessu, maður sé það bara langa leiðir. Já, þetta er máltíð. Já. Og það er bara orðið þannig að... Og lagaru bakveitbrauðið, já. Já, allt, já, það er bara allt. Þú kaupir ekki bacon? Nei, það er bara allt búið til og sinnepið er reyndar keypt en hérna, og tómatið er ræktaðar annars staðar. Sjáu þið, sko, það er ekki verið að spara álengi hér. Nei. Það sést bara langa leiðir. Það er ekki hægt, þá kemur fólk ekki eftir. Við seljum, ætli það sé ekki, maður sjá, við erum að smyrja svona 50 svona dag, núna yfir sumarið. Já, bara þessari tegund? Já, bara þessari tegund. Já. Og yfir veturinn þá er það kannski, þá er það nú, 50, ég er að ljúga þér maður. Við erum að búið til 100. Já. Við erum að búið til 50 yfir veturinn. Já. Já, nei, við erum komið vel yfir 100 yfir sumarið. Það var hestamannamótið daginn. Já. Þá vorum við komin í 160 þá viku. Þá vikuna. Það var algjör klikkun, sko. Ég kaupi kjúklinginn náttúrulega frá Reykjagarði. Já. Þeir trúðu því ekki þegar ég var að panta eina fyrir enn og hvað ég var að panta mikið kjúkling. En segðu mér hérna líka, nú þetta var helviti gott hjá okkur, að hérna, þú veist, hvernig sérðu framtíðina fyrir þér hérna? Nú ert nú ungur maður og uppleið. Framtíðin í björt. Og líka, þú veist, hérna, þínir viðskiptavinir, eru þeir mikið túristar eða Íslendingar náttúrulega algjör grunnur? Sko, grunnurinn er náttúrulega bara heimafólk. Já. Og það er náttúrulega ástæðan fyrir að svona fyrirtæki lifir svona lengi, það er gömul og góð hefð fyrir bakaríinu og fólk er rosalega tryggt og virðist vera mjög stolt af bakaríinu því að það kemur aftur og aftur og er glatt en það er rosalega mikil umferð af túristum, bæði íslenskum og erlendum sko. Finnst þið verið meira núna í ár og seinasta sumar heldur en þar á undan en nú erum við að sigla inn í rosalegt ár með túrista, verður þú var við það? Það er að aukast. En við finnum, hér í bænum finnum við ekki nógu mikið fyrir því. Nei, út af hverju er það? Það er ein af ástafanum. Ekki nógu gistipláss? Það til dæmis gæti verið það, en svo er það líka það er kannski, við erum bara ekki nógu duglega að selja sögun okkar. Við erum með Glaumbæ hérna framfrá og þar mæta, ég held að mæti 40.000 manns þar á ári. Já, og Hofsósi, Hólum og það vantar svona svolítið að búa til svona meira spennandi hérna kannski í bænum. Ívent fyrir fólki. Ívent, já, akkurat. Uppákomur en hvernig eru norðurljósin, eru þau hér til staðar? Já, heldur betur maður. Fjörðurinn náttúrulega svo sér hann er stór og mikill. Það eru svakaleg norðurljós hérna og það er með þau eins og margt annað, maður getur ekki reiknað með þeim. Nei. Maður veit aldrei hvernig það koma, það er gallinn. En það er ótrúlega margir sem er að gera út á norðurljósin og ég vil meina það enn þann dag í dag og eftir 5 ár þá hefur við eftir að nýta þessu auðlind miklu meira, norðurljósin og þá einmitt að nota það á veturnar þegar okkur vantar meiri trafík. Já, en þú sér sko, svo erum við náttúrulega með Drangey hérna og Grettissterka og sögunni kringu og það eru Drangey. Er það farið hérðan eða? Nei, það farið frá Reykjaströnd. Það þarf að keyra hérna einhverja 17 km út frá bænum og það eru bara skipulega ferðir hverjum degi. Það hefur verið mjög blómlegu bær, Sauðárkrókur, þannig að það er bara björt framtíð. Já, og við eigum nóg inni. Við eigum nóg inni. Þannig að þú ætlar að eiga þetta í 40 ári viðbót og Dreifarstró eða eitthvað? Veistu kaupanda? Heyrðu, áttu ekki strák til að taka við það? Það er elsta barnið að byrja að vinna. Já, og er hún komin í bakarann?
Ég var að segja við hana, nú þurfum við að setja hana bara á samning. Hún kann þetta orðið allt, sko. Já, og þetta bara, það má ekki slíta hana, þú veist. Já, þú veist, maður á ekki að segja börnunum sínum hvað ég var að læra. Þau verða að velja það sjálf en það er að gera að nota tímann því að, eins og ég segi, hún kann þetta og hérna, en veistu það, ég er búinn að vera 10 ár. Já. Og ég er 43, ég sá fyrir mér svona pluss mínus kringu 60 og þá myndi ég svona kannski leyfa einhverjum öðrum. Já, ef það kemur ekki einhver efnahagshrun og allavega eða eitthvað. En þér finnst gaman að segja, ég heyri það þú ert að segja mér frá þessu, að þér finnst þetta gaman að standa í þessu og þetta er léttgeggjun og ég sé að þú áttu mörg ár eftir, hæ? Já, ég líka, og enn og aftur, ég ætla að vil taka mjög, þú veist, meðan þú ert með svona fólk sem er til að vinna með þér, eins og ég hef verið heppinn með núna og alla tíð, þá er þetta hægt. En án þess að vera með gott fólk þá er þetta gjörsamlega vonlaust. Aldur er afstæður því að hérna, menn eru ofta að byrja bara 60 á sínum ferli maður í veitingabransann. Já, gallinn náttúrulega er að, þú veist, það er svo erfitt að fá fjármagn. Já. Ég meina, ég kaupi þetta hérna í 100% skuld 2006. Já. En samt höfum við náð að þrauka þetta. Þetta er náttúrulega, ég segi það ekki, maður pantar sér kannski ekki löngsumafrí. Nei. Það þarf að velja aðra tíma í það. Bara veitur að, heyrðu, þú ert búinn að tala svo svakalega mikið að við verum að koma þessu fyrir í einn þátt maður. Ég veit ekki hvort að það náist. Framhaldsþáttur. Ég var að bara koma aftur og þá vorum við að halda áfram það sem frá voruð. Þakka þér fyrir að fá að koma og tala við þig og gangi svakalega vel. Takk fyrir. Takk fyrir, sömuleiðis. Gangi ykkur vel sömuleiðis. Takk.